Kæri Vatnsberi, þá tökum við lestur númer 2 fyrir þig. Hér verið að fara aðeins inn á tilfinningarnar þínar og hvernig þið líður og svona verið að koma með ábendingar hvað þú getur gert til að leysa hnúta til að láta þig líða betur. Spilið sem kemur hér upp í forgrunni heitir á ensku Neediness. Ég veit ekki almennilega hvernig ég á að þýða það á íslensku, en við segjum oft svona á slettum að vera needy. Það í raun og veru verið að tala bara einstakling sem óþarflega háður annarri manneskju. Þarf á henni að halda við allt og ekkert og hengir sig svolítið á hana. Ég held að það útskýri kannski best. Eins og maðurinn hér sem togar konuna til sín en hún reynir að rífa sig lausa. Nú spurning hvort að það sért þú sem ert í stöðu mannsins hér, kæri Vatnsberi, eða einhver að toga í þig. Þetta erfið staða að vera í, að þurfa svo mikið á annarri manneskju að halda að maður missi sjálfstæði sitt eða frelsi sitt. Og ég held að þú sért byrjaður að vinna í þessu, kæri Vatnsberi, og ef þú lendir í þeim kringumstæðum þar sem þú finnur að önnur manneskja farin að þurfa óþarflega mikið að þér að halda, að þá setur þú svolítið upp varnir og bregst við með því að reyna svolítið að hrista þig, losa þig frá. Hvað skapar svona mikið óöryggi og svona mikla þörf, veit ég ekki alveg. Oft eru þetta einstaklingar sem eru mjög óöryggir með sjálfa sig og lifa lífi sínu svolítið í gegnum aðra. Þetta líka ákveðin tegund af stjórnsemi, að uppfylla ekki eigin þarfir, heldur reyna að láta aðra manneskju uppfylla það sem þarf. Eigingirni, afbrýðissemi og það er svona ýmislegt sem kemur upp með þessu spili. Hin spilin sem koma hérna með þetta hér, sem lýsir því að vera niðursokkin í vinnu eða verkefni í raun og veru neikvæðan og óheilbrigðan máta. Ég ætla ekki að vera með einhverja stimpla, en þetta fólk sem óhóflega busy, skulum við segja, hefur of mikið að gera, hefur í mörg horn að líta og klárar einhvern veginn ekki að losa sig frá óþarfaverkefnum eða segja nei. Það er að segja tekur bara að sér endalaust. Og oft verður vítahringur út úr þessu munstri og fólk fer að flýja inn í vinnuna til að forðast að takast á við vandamál eða erfiðar tilfinningar varðandi aðra eða á heimilinu. Hér sjáum við konu standa með lítið barn
sem gæti táknað eiginkonuna heima við á meðan að hinn aðilinn eða eiginmaðurinn burtu fjarverandi frá heimilinu. Það svona kannski augljósasta myndin af þessu. Þú þarft ekki að vera með fjölskyldu eða í neinu sambandi til þess að geta grafið þig í vinnu og forðast að takast á við þín verkefni eða þína, hvað ég var að segja, þín veruleika. Þetta getur auðveldlega orðið að fíkn eða þróast út í fíkn og oft áttar fólk sig ekki á þessu munstri fyrir en aðrir benda þeim á það. Þetta svona fólki sem á sér ekkert annað líf utan vinnunar, á engin heilbrigð áhugamál til að kúpla sig frá vinnunni til að njóta lífsins, til að slaka á, til að skapa eða hjálpa öðrum, vera til staðar fyrir aðra. Ég veit ekki alveg hvar þú ert staddur, kæri Vatnsberi, í þessari sviðsmynd, en þetta eitthvað sem að þú þarft að hugsa Það að segja að spilin að gefa þér ábendingar hérna. Nú, þegar ég sé þessi tvö spil saman, þá gæti hér verið vísbending aðila sem vill losna úr einhvers konar sambandi við annan aðila sem í raun og veru hvort sem ekki til staðar. Nema bara þegar að fara að hringja einhverja viðvörunarbjöllur eins og hér. Og þá þarf viðkomandi aðili bara að ákveða sig hvað hann vill gera við líf sitt, hvort hann vill hverfa aftur inn í þennan þokukennda heim hér og grafa sig í verkefnum eða hvort hann sé tilbúinn að stíga út og taka meira þátt í lita hliðinni á lífinu, skulum við segja. Þriðja spilið virkar pínu ógnvekjandi þegar maður sér það svona. En þetta eru skuggarnir sem að fylgja okkur alla ævi eða eins lengi og við leyfum þeim að fylgja okkur. Hérna verið að tala skuggafortíðar, eitthvað sem hefur farið úrskeiðis í fortíðinni, eitthvað sem hefur valdið okkur sektarkennd. Þetta getur líka verið óheilbrigð fjölskyldumunstur sem hafa valdið okkur sárindum og skaða. Og þeir eru allt í kring einstaklingin hér á myndinni og hann í raun og veru svolítið í þannig stöðu að hann veit ekki alveg hvert hann á að snúa sér, hann komin út í horn með sjálfa sig. Það sem verið að segja mér hérna að með því að fara lengra og lengra inn í þennan hérna heim verið að leyfa skuggunum meira og meira að yfirtaka lífið. Þannig að fyrir þessa manneskju í raun og veru bara ein leið út og það að leita sér hjálpar. Ef að skuggar fortíðar eru orðnir of yfirþyrmandi, að leita sér þá aðstoðar bara hjá fagfólki til að vinna úr erfiðum áföllum eða erfiðum uppvexti eða einhverju slíku. Í staðinn fyrir að láta þessa skugga ráða yfir og stjórna lífi sínu. Þetta hangir allt saman, orsök og afleiðing hér.
að vilja forðast að takast á við skuggana með því að flýja og að skapa sér síðan fleiri skugga með því að vera í þessu munstri endalaust. Og þar að leiðandi verður viðkomandi svona pínu, ekkert pínu, það verður bara svolítið á skjön við sínar þarfir og samskipti við aðra og stendur jafnvel að lokum uppi einn þegar að aðrir einstaklingar í lífi hans geta ekki lengur komið til móts við svona frekar öfgakenndar þarfir, skulum við segja. Og þetta svona svolítið haltu mig, slepptu mig samband líka. Það að segja vertu hjá mér af því að ég þarfnast þín. En svo leið og hann hverfur inn í þennan heim hér, þá snýr hann í raun og veru baki við manneskjunni og gefur þau skilaboð að hann þarfnist hennar ekki. Þetta svona pínu skrítið allt saman. Ég veit eiginlega ekki hvað ég að segja sjálf. Þegar ég að lesa svona þá ég í það sem ég kalla tengingu og þessi skilaboð sem ég að færa ykkur eru ekki eingöngu frá mínu brjósti, heldur þetta það sem ég fæ til mín með innsæinu mínu frá mínum leiðbeinendum sem að tengjast þínum leiðbeinendum og senda þessi skilaboð til ykkar. Það svolítið skrítið að útskýra þetta, hvernig þetta gerist allt saman, en spilin í raun og veru nokkurs konar lyklar sem að opna á ákveðið flæði og svo það mitt hlutverk svona að miðla flæðinu til ykkar. Já, ég skil þetta ekkert alltaf sjálf. Ég veit bara það að stundum man ég ekkert hvað ég segi við ykkur. Og ekki meira það í bili. Við ætlum að taka hérna nokkur spil sem sýna hvað hægt að gera til að losna úr þessu gráa munstri. Ég tek spilin hérna fyrst á borðið áður en ég byrja að lesa. Ok. Allt annað í gangi hér. Fallegi litir, kröftug orka, empowerment. Þetta þýðir í raun og veru það að styrkja sig, að hljóta styrkingu, að styrkjast, segir maður það. Já, það að segja, sjáu hún að fanga stjörnurnar. Hún að fylla svunduna sína af stjörnum. Þú ert að hljóta hérna, fá aftur styrkin þinn, orkuna þína, gleðina þína, sem að kannski var horfin þér í áðurnefndu munstri sem við erum búin að fara nóg yfir. Og gleðin að dúkka hérna upp. Sjáu þið hvað hann glaður yfir því að loksins komið að uppskeru. Tréð farið að bera ávöxt og ávextirnir hafa þroskast og eru núna bara, sýnist mér, tilbúnir og hann fagnar. Það mikil gleði í þessu spili. Og verkefninu lokið. Uppskeran tilbúin. Þannig að hvað ert þú að fara að uppskera í þínu lífi, kæra Vatnsberi? Það eitthvað gleðilegt og gott og þú ert að fara að fylla fangið þitt af stjörnum.
með því að kveðja þessa dökku fortíð og stíga inn í bara litríkari heim og fara að skapa. Sköpunin er hér allsráðandi. Við höfum öll einhvers konar sköpunargáfur, hvort sem það er að mála, skrifa, smíða, föndra, hjálpa öðrum, syngja, spila. Ég gæti nefnt svo ótal margt. En til þess að við getum skapað, og ég tala nú ekki öðrum til góðs, þá þurfum við að hafa næga orku fyrir okkur sjálf, fyrst og fremst, til að við getum gefið af okkur til annara. Og það er svo sannarlega framundan hér fyrir þig, kæri Vatnsberi. Þú ert að fara að búa til eitthvað alveg nýtt, eitthvað sem að veitir þér heilun fyrir sálina, heilun fyrir þitt innra, þitt innra barn, eða þína innri svona verund, vitund ætlaði ég að segja, þína innri vitund, verund, ég veit ekki einu sinni hvort það sé orð. Jú, eflaust. Hvað langar þig að skapa, kæri Vatnsberi? Þú þarft eiginlega að ákveða það bara svolítið sjálfur. Já, akkurat. Sko, þetta sköpunarspil er eiginlega andstæðan við öfgakennda vinnuspilið, eða það að hafa of mikið að gera. Sjáu þið þessar andstæður hlið við hlið. Því hér ertu bara á færibandi að framleiða eitthvað sem að í raun og veru tengist ekki hjartanu þínu, skulum við segja. En hér ertu að skapa beint frá hjartanu. Og þú veist eflaust ekkert útkomuna einu sinni, hvernig hún verður, fyrir en að bara undir lokin. Þannig að þetta eru tveir mjög mismunandi ferlar. Og þetta finnst mér bara alveg ljómandi gaman að sjá, að þú sért að fara inn í þessa bjartu og fallegu orku. Kannski ertu bara að fara að planta trjám, fleiri trjám, til að uppskera enn meira, til að ná að klára einhver skemmtileg og falleg verkefni sem bera ávöxt. Vá, þetta var skemmtilegt, góður endir á lestrinu þínum, kæri Vatnsberi. Ég óska þér alls hins besta með þetta ferli, ljós og kærleikur.